Venir, þá komið að því. Hann þegar hann var að lesa söguna að hann, minni sál vegnar vel. Mér alltaf þótt þetta afskaplega fallegu sálmur. Og þegar ég var að gera þessa ræðu, að þá var þessi sálmur einhvern veginn í höfði mínu. Og ég þekkti ekki sögun á bakvið þetta. En ég var að hugsa, já, það sem ég nú að tala það nú ekki eins sláandi eins og sagan sem hann var að lesa. En samt þegar ég fór að hugsa, jú, það getur verið sláandi. Af því að það sem ég ætla að koma inn á hér í dag, að vonandi svona hreyfir það við okkur. Ég ætla í rauninni svolítið að halda áfram með það sem hún Þórdís var með hérna síðast. Já, ég ætla bara að byrja á því að segja, kæru systkin, ástæða mín fyrir því að standa hér í dag og tala eftirfarandi orð til ykkar sprettur aðeins af kærleika til ykkar sem á hlýðið. Því það ekki bara því hér heldur þetta fyrir útvarpi og víðar. Hvert orð sem ég tala hér í dag ég ekki aðeins að tala til ykkar heldur ekki síst til sjálfra mín. Þannig það þegar við erum með ræður eða hugvekjur eitthvað, að þá Guð fyrst og fremst að tala til okkar. Þannig að í orði Guðs þá segir, sér hver ritning innblásin á Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti, til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Mér langar að byrja einmitt á þessu versi vegna þess að þetta umvöndun og þetta leiðrétting og menntun. Það rauninni það sem við erum að gera þegar við erum að setjast í fætur Jesú, þá erum við að læra af honum. En ég var einmitt að lesa Ellen White núna í vikunni og þá einmitt kom þessi kafli sem að mér langar að deila með ykkur og eflaust hafið þið ykkar lesið hann. En það segir, Guð hefur sýnt fram á að heilsu siðbót jafn nátengt boðskap þriðja engilsins eins og höndin líkamannum. Hvergi hægt að finna jafn ríka ástæða fyrir líkamlegri og siðferðislegri hrörnun eins og hirðuleysi í þessu mikilvæga efni. Þeir sem láta undan lystisemdum og ástríðum og loka augunum fyrir ljósinu af ótta við að þeir munu sjá sinnsamlega eftirlátssemi sem þeir, ég þarf víst að fara niður, sem þeir eru ófúsir að leggja niður eru sekir fyrir Guði. Þetta fannst mér svona svolítið sláandi að hún skildi segja þetta, að við erum ekki tilbúin til að láta af einhverjum mataræði eða einhverju að þá erum við eins og sek fyrir Guði. Því að það hann, eins og vorum að lesa áðan, það hann sem tiftar okkur og agar. En hún heldur áfram og segir, forsjónin hefur verið að leiða líð Guðs út úr óhófsvenjum heimsins, burt frá undanlátssemi við fýsnir og ástríður, til að taka upp stefnu sjálfs afneitunar og hófsemi í öllum hlutum. Einstakur verður sá líður sem Guð leiðir. Hann verður ekki eins og heimurinn, en ef hann fylgir leið sem Guðs, mun hann fullkomna áform Guðs og beygja vilja sinn undir hans vilja. Kristur mun dvelja í hjartanu, líkami yðar en musteri heilags andar, segir postulinn. Og þá fer ég í og það sem Páll að tala það sem hann segir, því brýni ég ykkur systkin, að þið vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Ég að taka þýðingu upp úr 2021, ég var aðeins að pröfa það, en hann segir því brýni ég ykkur systkin, að við leifum Guði að tifta okkur að liti til og taka til í lífi okkar.
Og Ellen White, hún heldur áfram og segir, engin leiðir fyrir mann að bjóða fram líkama sinn, að heilagri Guði þóknarlegri fórn og jafnframt að halda áfram að ástunda lífsvenjur sem ræna hann líkamlegum, andlegum og siðferðislegum styrk. Og þetta tók ég úr Drottning kemur á blaðsíðu 119 og ég veit að það eru mörg eitthvað sem að lesa þennan kafla. En fyrir mér, ég stoppaði við og ég sagði, vá, hún er akkurat að tala bara inn í það sem við erum að glíma við. Líkamlegur, maturinn sem við nærum okkur á, andlegum og siðferðislegum, efnið sem við nærum huga okkar á. Því meira sem við nærum líkamann og hugan af lélegri fæðu, því verri verður útkoman. Og vitið það, vinir, við tökum nefnilega þátt í þessu með því að leyfa óvinni Guðs að ræna okkur því góða og fullkomna sem Guð vill okkur. Það er málið. Og þetta gildir það sem við nærum huga okkar á, það sem við erum að horfa á, það sem við lesum eða hlustum á. Þetta hefur allt áhrif á huga okkar, við vitum það. Og hún heldur áfram hérna og segir, heilsu siðbót er ein grein hins mikla starfs til að búa fólk undir komu Drottins. Menn og konur geta ekki brotið lögmál með ástundum spilltra listisemda og lostafullra ástríðna án þess að brjóta lögmál Guðs. Og þetta er líka tekið úr Drottning kemur. Öll sköpun Guðs lítur lögmáli Guðs. Það skiptir ekki máli hvort við lítum upp í stjörnuhiminin eða lítum okkur nær. Allt þarna á milli lítur náttúru lögmáls Guðs. Allt í alheiminum sem Guð hefur hannað og skapað er svo fullkomið og Guð hefur sett það svo smekklega og listilega saman og hvert og eitt með sérstakann tilgang. Og það er ég líka þar sem við erum engin undantekning þar, því að við erum sköpun Guðs og hugsa ykkur bara innri líffæri okkar, hvað þetta hvert og eitt þjónar sérstökum tilgangi. Þetta er sett allt upp með einhvern sérstakann tilgang í huga. Ég sá henni sem skrifað á striga upp á vegg eftirfarandi orð. Guð skapar ekki rusl. Og getum við verið sammála því? Eða ekki? Ekki spurning, Guð skapar ekki rusl. En þá spyr ég, ef Guð skapar ekki rusl, af hverju bjóðum við þá líkama okkar upp á rusl? Ruslmat bæði fyrir líkam og sál, sem leiða af sér aðeins hörmungar og hrörnun í bæði líkamlegum og andlegum veikindum. Ellen White þurfti sjálf að horfast í augu við sitt mataræði og komast til skilning með það að Guð hafði ástæðu með sína einföldu fæðu sem er svo rík af öllu því sem líkam okkur þarfnast til að blómstra. Þess vegna hefur hann leyft, heldur hún Ellen White áfram, þess vegna hefur hann leyft ljósi, heilsu siðbótar að skína á okkur til þess að okkur verði ljóst hversu syndsamlegt það er að brjóta þau lögmál sem hann hefur stofnsett í innstu verund okkar. Hann Guð ætlast til að áhersla sé lögð á málið og að hugir almennings séu kröftulega hrærðir til að rannsaka það, því að ómögulegt er fyrir menn og konur að skilja heilug sannindi meðan þau eru undir valdi, syndsamlegra, heilsuspillandi, heila og taugaskemmandi ávana. Áfram er þetta í Drottning kemur, blaðsíðu 119. Heilsu siðbót. Hvað þýðir þetta orð í rauninni? Við lesum siðbótamennina sem börðust við kaþólsku kirkjuna vegna biblíunar og hvernig æðstu menn innan kaþólsku kirkjuna notfærðu sér fáfræði almennings og í stað þess að fræða fólk sannleikann í orði Guðs stílfærðu þeir sannleikann sér í hag. Þetta vildu siðbótamennirnir breyta og einna frægastur er Martin Luther fyrir sína framgöngu.
að bæta siðina og færa sig að upprunanum, það er að segja að orði Guðs. Það var það sem þessir menn voru að gera og þurftu virkilega að berjast fyrir þessu. Guð snerti við Ellen White á sínum tíma og alla síðustu öldvinir hefur heilsu siðbótin hljómað í eyrum fólks, en ég segi, því miður hefur fólk, eru raddir innan í söfnið aðventista, en ég ætla að ítreka að það eru alls ekki, ég er ekkert að alhæfa alla, en það eru raddir. Því að það eru margir innan raða aðventista sem halda þessum boðskap á lofti. Halda heilsuboðskapnum á lofti, en svo eru líka raddir sem að gera það ekki. Og nú er ég ekki aðeins að tala hér heima, heldur erlendis líka. Og ekki síst í öðrum söfnuðum að fólk hefur ýtt þessum boðskap algjörlega út af borðinu og komið með afsakanir eins og við frelsumst ekki fyrir það sem við borðum. Sem er algjörlega rétt. Og ég ætla að undirstrika það. Það er rétt að við frelsumst ekki fyrir það sem við borðum. En þá þurfum við líka að skoða hvers vegna leggur Guð okkar skapar nokkar áherslu á mataræði okkar. Getur verið að þar sé siðbótar þörf. Ég hef verið núna undanfarna vikur að skoða þessi mál og ekki bara verið að kynna mér efni mat, heldur einnig hefur verið látin verkið tala á eigin skinni og gert siðbót í þessum efnum fyrir sjálfa mig. Þetta hefur verið gríðarlega fróðlegt og áhugavert ferli. Ég hef oft, ég hef mikið hugsað í rauninni líkamsrækt eða hreyfingu og mataræði gegnum árin, en svo verið að dala svona inn á milli og sofna bara á verðinum. En það var eitthvað sem gerðist og klingdi bara inn bara fyrir svona 2-3 mánuðin síðan, að Guð bara hristi upp í mér. En mér langar að deila með ykkur, vissuð þið að það eru til eitthvað 100 heiti á sykri? Og hvers vegna skyldi það vera? Jú, vegna þess að þeir sem framleiða sykur vita að hann er mjög ávanabindandi. Og ef sykur væri að koma fram á sjónarsviði í dag, þá yrði hann líklega flokkað sem eiturlyf eða fíkniefni. Og þetta vita þeir sem framleiða sykur. Og því reyna þeir allt sem þeir geta til að koma með ný nöfn á sykurinn til að blekkja þá sem spá eitthvað í þessu og innihaldslýsingar á vörum sem þeir eru að kaupa. Þetta snýst allt blekkingu. Sykur finnst ekki sem skínandi hvítt kristalsefni í náttúrunni, heldur birtist það nokkur sem hart sprek. Svo kallaður sykurreyr frá náttúrunnar hendi, eins og Guð skapaði hann. Það er ekki fyrir unniður úr sykurreyrnum sem trefjar hans glatast. Eftir stendur þá hinn bragðgóði en vafasami hluti fæðunar. Trefjar valda því að matur skemmist, hugsið ykkur vinir, trefjarnar nefnilega valda því að matur skemmist miklu hraðar og einmitt þess vegna eru þar fjarlægar. Og til að skera það hvort matarlegur heilsusamleg eður ei er einfaldast að líta aftan á pakningarnar og athuga sykurmagnið sem er þar fyrir. Angela Pirisi, pislahöfundur tímaritsins Sálfræði í dag, bendir á rannsókn sem sálfræðingurinn Dr. Bart Hobel gerði, en hann telur að sykur séu raun og veru ávanabindandi. Tilraunir á rottum benda til þess að þær þrói með sér fíkn, og takið nú eftir, á 10 dögum. Aðeins á 10 dögum þróuðu þær með sér fíkn. Þá virðist ekki líða á löngu þar til dýrin sína hegðunarmynstur stöðugra sveiflna milli ofáts og gríðarlegs hungurs. Rotturnar ánýtast sykrinum. Það er eitthvað við þessa blöndu aukinar ópíót og dópamínsvörunar í heilanum sem leiðir til fíknar.
Án þessara boðefna verða dýrin óró og sólgin í meira sætmeti. Og gervisykur, vinir, gervisykur breytti engu þetta. Svo Hópel dró það ályktun að sætleikin væri megin orsökin en ekki hitaeiningarnar. Við erum ekki að sækjast í hitaeiningar, við erum að sækjast í einhverja fíkn. Rannsóknin varpaði ljósi á fíknina þótt ekki hafi enn verið sýnt fram á ástæður hennar. Maísíróp. High fructose corn syrup hefur í nokkur tíma þótt skaðlegasta sætuefnið. Mikið unni sætuefni sem finnst víða í unnum matvælum og drykkjum, jafnvel þær sem flokkar eru sem heilsuvörurinnir. En maísírópið talið sérlega ávanabindandi. Sérlega. Það hefur verið tengt við offitu, sykursýki 2, efnaskiptasjúkdómum ásamt fleiri heilsufarsvandamálum. Og sykursýki, vinir, orðin skaðræði sjúkdómur í dag sem herjar ekki bara á fullorðið fólk eins og það gerði áður, heldur allt niður í ung börn. Og þetta kemur í rauninni bara vegna þess að það er búið að setja sykur, leynt og ljóst, maískornsýrúp inn í alla fæðu. Ég fekk bara svona áfall þegar ég var að skoða þetta. Ég skoða hana allt núna sem ég alltaf fara að borða og það er ótrúlegt hvað þetta er. En ég las grein í Morgunblaðinu.is þar sem talað að 2 ára börn, spáið í þessu, vinir, 2 ára börn hér á Íslandi, þau neyta 12 kíló af sykri á ári. Og þetta er ekki bara því þau eru að fá eitthvað nammi. Þetta er bara maturinn sem við erum að bjóða þeim. Og meðalneysla á sykri er 50 kíló mann á ári á Íslandi. Þetta eru tölur síðan í apríl í fyrra. En 50 kíló af sykri á mann á ári hér á Íslandi. Það er rosalegt. Þetta eru sláandi tölur og það sýna okkur hvert við erum að stefna. Og algengi fylgikvilla sykursýki 2, típu 2, sem áunnin sykursýki. Það er sem sagt, við borðum hana í rauninni á okkur. Hjarta- og æðasjúkdómar, sjónmissir, taugaskemmdir og ógróandi sár sem leiða af sér aflimanir, heyrnarskerðingu og kæfisvefn. Einnig aukast líkur á krabbameinum og þeir telja Alzheimer líka. Að krabbamein lifir í rauninni á sykri. Það er bara ótrúlegt en satt. Þegar við borðum sykur og mettaða fitu sem finnst til dæmis í sætabrauði og unnum mat, slær slíkt fæði á alla löngun til að borða hollari mat, eins og heilkorn, ávexti og grænmeti. Það er bara þannig. Því meira sem við borðum af sætabrauði og bara unnum mat, að þá erum við að spilla fyrir líkamanum. Okkur langar ekki að holla mat. Og við spillum matarlistin okkar. En hugsið ykkur til dæmis að ávextir, frúktósi, bara ávextir eins og þeir koma fyrir, í náttúrulegri mynd, þeir hafa að geyma mikla trefjar, sem eitt af því sem okkur nauðsynlegt matakistu drottins, bara eitt af fáu. Mér langar að deila með ykkur þessu orði sem að drottinn talar á fyrstu blaðsíðum. Þegar hann er búinn að skapa mannin og hann er að setja þeim lífsreglurnar. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarna og öll aldin tré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu og öllum dýrum jarðarnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott, hann var ánægður með útkomuna.
Og ég hefði ekki almennilega tekið eftir þessu að í sambandi við dýrin, allt sem hefur lífsanda í sér, að hann gefur þeim öllum grös og jurtir til fæðu. Sjáu þið hvað allt okkar lífkerfi hefur brenglast í gegnum aldirnar. Hvernig við étum, borðum hvort annað, má segja. Páll segir líka, allt mér leyfilegt, en ekki allt gagnlegt. Allt mér leyfilegt, en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Það nefnilega málið, vinir. Eins og vorum að lesa áðan, ef það tekur aðeins 10 daga fyrir sykur eða svona unna maturu að við verðum háðinni, að þá hún farin að hafa vald yfir okkur. Maturinn fyrir magan og maginn fyrir matinn, en Guð mun hvort tveggja gera engu. En líkaminn ekki fyrir saurlífi, heldur fyrir drottin og drottin fyrir líkamann. Vitið þið ekki að líkami ykkar mustur í heila sanda sem í ykkur og þið hafið frá Guði. Þið eigið ykkur ekki sjálf, þið eru verði keypt. Vexa með því Guð með líkama ykkar. Það nefnilega máli, vinir, að drottin, hugsið ykkur, hann keypti okkur með lífi sínu. Þetta er ekkert smáræði að hann að segja, þið eigið ykkur ekki sjálf. Við erum verði keypt. Frelsi merki kristinna trúar. Frelsi frá synd og sekt og frelsi til að nota og njóta hvers sem kemur frá Guði. En kristnir menn ættu ekki að misnota þetta frelsi og skaða sjálfan sig. Það nefnilega það sem við erum í raun að gera. Við erum að skaða okkur. Við vitum að þegar fólk drekkur of mikið alkóhól leiðir það til alkóhólisma, sama á við hvert það fíkniefni sem til það leiðir til fíkniefna notanda, þá sama á við margan matinn sem á boðstólum í dag, sem drektur í sykri og mettaðri fitu sem leiðir af sér fíkni meira og óhollari mat sem leiða svo af sér allt og mikið að nútíma sjúkdómum sem við erum að horfa upp á í dag. Gættu þess að það sem Guð hefur leyft þér að njóta verði ekki að slæmum vana sem stjórna þér. Kristnir menn eru frjálsir til að vera allt það sem þeir geta verið fyrir Guð, en þeir eru ekki lausir frá Guði og vegna þess að líkami þinn tilheyri Guði, þá skalt þú ekki brjóta lífsreglur hans. Villist ekki, segir Páll í 1. Korinthubréfinu, villist ekki, vondur félagsskapur spillir góðum siðum. Og það á ekki bara við þetta sem fólk að gera þarna, það að borða og drekka vín og njóta eins og þeim finnst. Þetta á bara við allt í lífinu okkar, að slæmur félagsskapur ekki góður fyrir okkur. Og þannig það með matinn, að í rauninni getur hann verið bara slæmur félagsskapur. En sem komið hefur barátta ykkar við syndina sem kostaði ykkur lífið, og ég bæti hérna í baráttu í það við syndina hafi þér ekki ennþá staði í gegn svo að blóð hafi runnið. Mér fannst þetta svona sterkara vegna þess að við vitum það að þegar Kristi þurfti að takast á við í Getsemanigarðinum þá rann blóð af honum. Við hefum ekki ennþá komist á þennan stað til að takast á við ýmislegt í okkar lífi. Það er sama hvað það við hefum ekki komist þangað. Hafið þið gleymt hvernig Guð hvetur ykkur eins og börn sín? Barni mitt, lítils virði ekki aga drottins og lát ekki heldur hugfallast hann tiftar þig. Því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert að barn hann tekur að sér. Þolið aga. Guð fer með ykkur eins og börn sín. Öll börn búa við aga. Ef Guð agar ykkur ekki, þá eru þið ekki börn hans heldur þrælborin.
Hafið þið spáðið það, vinir? Ef við leyfum ekki Guði að tifta okkur á aga, ef hann ekki við stjórnvölina á okkur, að þá erum við ennþá þrælborin. Við bjuggum við aga jarneskra foreldra og bárum virðingu fyrir þeim, heldur Páll áfram. Skildum við þá ekki miklu fremur lúta aga himnesks föður okkar og lifa. Foreldrar okkar öguðu okkur fáa daga eftir því sem þeim leist, en okkur til gagns agar Guð okkur svo við verðum heilög eins og hann. Stundarsakir virðist allur agi að vísu ekki vera gleði efni, heldur hrygðar, en eftir á veitir hann þeim alist hafa upp við hann friðsamt og réttlátt líf. Réttið því úr máttar á höndum og magnþrota knjám, láti fætur ykkar feta beinar brautir til þess að þið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Könnustu ekki öll við þetta sem að Páll að tala í rauninni? Við ýtum heilugum anda frá okkur, við viljum ekki hlusta því að okkur finnst gott þetta og þetta og þetta og viljum ekki takast á við það. Ég núna til dæmis búin að taka allan sykur út úr mínu lífi, öll efni, ég lesa aftan á ef það heldur einhver efni, þá kaupi ég það ekki. Og hvítt hveiti og fullt af öðrum hlutum og fólk segir, hvað borðarðu? Það nefnilega málið, ég bara farið akkurat í upprunan, það sem Guð telur að sé best fyrir okkur og búin að vera fikra mig áfram þar. Og eins og hann segir, þegar Guð að aga okkur, þá það ekki droslega spennandi til að byrja með. En eftir á, þá veitir það okkur eitthvað svona frið, það eitthvað innri friður. Og ég get sagt alveg með sannis, þegar ég tók sykur út úr lífinu mínu, að þá algjörlega svona kerfið í mér, það eins og búið að sé bara slökkva á allri, það eitthvað svona, ég get ekki lýst þessu, það svo skrítið. Það ekki þessi löngun í sykur og vera að dæla í sig. En maður búin að slökkva í rauninni á lönguninni. Maður ekki að mata líkamann á sykri lengur og þá engin löngun til staðar. En það synd að borða sykur eða eitthvað óhollt? Við ættum kannski frekar að spyrja, það hollt og gott fyrir mig? Það sem við leggjum á borðið, þetta hollt og gott fyrir mig? Það það sem við eigum að spyrja. Ef svarið nei, þá þurfum við aga til að takast á við það. Hebrearnir vinir, munið Daniel og vinir hans, þegar þeir voru settir að konungsborði og þeir áttu að fara að borða þarna alls konar kjöt og vín og bara það sem þeir voru að bjóða upp á, allt annað en hollt, að þeir voru agaðir. Þeir voru ekki að gera þetta í fyrsta skiptið, það alveg á hreinu. Ég búin að spá í því núna undanfarna vikur. Þeir voru ekki að gera þetta í fyrsta skiptið, heldur, þeir voru agaðir og létu ekki til þess, heldur tóku þeir ábyrgð. Og þeir vissu að það sem konungurum var að bjóða þeim, þetta var bara ekki hollt. Þeir vissu betur því þeir þjónuðu öðrum konungi alheimsins. Líkami þeirra tilheyrði honum. Og hugsaðu ykkur vinur, alveg sem rotturnar áðan, á 10 dögum, af því að hann var ekki svo alveg sáttur við þetta maðurinn sem átti að láta það að borða þarna, að þeir sömdu það, gefðu okkur 10 daga til þess að gera stikkpröfu. Ef við lítum ekki betur út, eða ef við lítum illa út, að þá skulum við borða af borði konungs. Aðeins á 10 dögum vinur. Sást munurinn á mataræði þeirra sem var ferskt og þeirra sem borði að borði konungsins. Hann var mjög ánægður og sáttur með hversu ferskir þeir voru og miða við hina. En nú ætla ég að segja ykkur nákvæmlega eins og Þórdís, við deilum sömu reynslu í sambandi við það að hætta að reykja. Og við vitum að bara sígarettur reykinga geta verið alveg gríðarlega ávanabindandi. Sumir eiga bara ekkert erfitt með að hætta að reykja en aðrir, af því að þetta ávanabindandi. En þegar ég hætti fyrsta skiptið að reykja, þá skal ég segja ykkur það að mér fannst ég vera að missa minn besta vin.
Ég upplifði svo mikinn saknuð að vera að missa minn besta vin. Og ég féll 4 ára síðar. Ég hélt út í 4 árin en féll síðan. En það var ekki fyrir en ég kynntist Jesú að hann tók þennan svokallaða vin minn frá mér og hjálpaði mér í gegnum þetta og ég bara drap í sigaretinni og ég hef aldrei saknað þessa óvinnar. Að þá gerði ég mig grein fyrir þetta var ekki vinur, þetta var óvinnur. Og hann var að brjóta niður heilsu mína og það eru komið 30 ár síðan. Og þetta verður aldrei, þetta er ekki í huga mínum í lengur. En þegar við látum á ósíði heimsins og leggjum eyrun við hvað Drottinn vill segja okkur varðandi líkamsmusterið okkar, þá gerast nefnilega undursamlegir hluti, vinir. Við teljum kannski að það sé verið að taka frá okkur eitthvað eins og besta vin, en mundu bara eitt. Guð tekur aldrei neitt frá þér sem hann veit að gera þér gott. Hann tekur aldrei neitt frá þér sem hann veit að það gerir þér og þinni heilsu gott. Hann gefur margfalt tilbaka því sem nærir okkur og gefur okkur fyllingu. Við þurfum aga til að lesa í orði Guðs. Og þetta gerist ekki bara sjálfu sér því við erum alltaf í baráttu. Vinir, ég veit og ég hef talað við ykkur mörg. Við erum öll að glíma við það að vera nógu öguð til að setjast niður og eiga stundir með Guð. Eins og við vitum og finnum hvað það er gott að eiga samfélag við Guð. Þegar við erum búin að lesa og hugleiða að þá er eitthvað kyrrð yfir okkur líð vel. En við erum alltaf í sömu baráttu við þetta. Það er alltaf eitthvað annað sem tekur upp huga okkar og við fyrum að leiða hugan þangað. Og þá þurfum við að tósa okkur og segja, nei, nú ætla ég að setjast niður og lesa í orði Guðs. Þetta er nákvæmlega sama með mataræði, vinir. Nákvæmlega sama. Það segir í Efesu 7. kaflanum, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn og holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin. Við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveri vonskunar í himingeimnum. Óvinurinn hefur nefnilega gert það í gegnum aldirnar að villa fyrir fólki, bæði andlegu fæðuna sem er orð Guðs og líka okkar daglegu fæðu. Hann vill brjóta niður og eyðileggja huga okkar og líkama. Honum er alveg sama hvernig hann fer að því, bara að eyðileggja það dýrmæta sem Guð skapaði, vinir. En góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að berja stein. Við þurfum ekkert að vera ein í þessu að takast á við hvað sem er í lífinu. Því að Jakobsbréfið segir, gefið ykkur því Guð á vald, standi gegn djöflinum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Sjáðu, vinir, þetta óvinurinn er alltaf að draga okkur, eins og hann sé að draga okkur frá, ruggla rýmið okkar og fá okkur til að gera eitthvað annað. En það er bara þetta sem við þurfum að gera. Þetta er ekkit flókið, en þetta er svo erfitt oft á tíðum. Jesús sagði, ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða, en ég er komin til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Sjáu hvað Drottinn okkar er yndislegur. Eins og ég sagði, hann er ekki að koma til að taka eitthvað frá okkur, hann er að koma, hann vil gefa okkur. Hann veit að ef við látum af einhverju óhollustu, að þá mun hann fylla okkur með einhverjum gæðum í staðinn. Einhverju mataræði sem við leitum og við þurfum að hafa fyrir því, en það er líka hægt að spyrja vini og vandamenn bara í sambandi við mataræði og hjálpa stað. Bestu fréttirnar, kæru vinir, eru þær að við hefum aðgang að stórkostlegum frelsara sem dó fyrir okkur svo við mættum lifa og ekki bara lifa,
heldur lifa honum til dýrðar með því musteri sem líkami okkar er. Og Jesús, hann hvetur okkur nefnilega í dag, hann hvetur okkur til dáða, að gera mun betur í dag heldur en í gær. Við þurfum ekki að hugsa, ég er orðin svo gömul eða ég er orðin svo gamall, þetta tekur ekki. Vitið það, það er ótrúlegt eins og bara Guði skaparinn og hann er skaparinn okkar. Við vitum það ef að líkaminn særi sig eitthvað staðar að þá byrjar hann strax að laga sig. Og þetta er allstaðir í náttúrunni. Náttúran fyrir að laga sig. Og sama er það þegar við hættum einhverju mataræði og förum að takast á við og taka inn eitthvað gott, eitthvað uppbyggilegt, að þá fyrir líkaminn að laga sig. Allt inneflið hérna innan, öll þessi af því að það er verið að tala um að sem sagt maginn og hugurinn, þetta sé í rauninni það sem starfa saman. Og ég var að tala við prest um daginn, ég ætla að segja ykkur það. Ég var að tala við prest um daginn og hann hringir í mig og hann var út á öðru máli en við förum svona að spjalla eitt og annað. Og hann hafði lesið bókina Vegurinn til Krists og fannst hún alveg stórkostleg og við erum að ræða bara um Ellen White og Biblíun og svona fram og tilbaka. Og hann segir, veistu það, þegar ég las í bókum Ellen White að maginn og hugurinn væri sem í rauninni eins og eitt, hann sagði, það kveikti á perun hjá mér. Og ég skildi alveg af hverju það var. Vegna þess að vísindamenn eru líkvið núna fyrst, eða bara svona núna síðustu árin, að komast á þeirri niðurstöðu að maginn og hugurinn starfa í rauninni, skipti máli hvað við setjum hér í magan, þegar við borðum kannski kjöt, þungar sósur og ýmislegt, þá verðum við þung. Við viljum fá að leggja okkur, við viljum fá að hvíla okkur. En þegar við borðum eitthvað sem er auðmelt og gott sem að Guð hefur skapað, virkilega, að þá er líka með bara, þá er engin þyngsli til staðar. Við erum ferski í huganum. Og hann sagði, þessi prestur, hann sagði, þetta, þá hugsaði ég bara, vá, hvað þessi kona hefur verið notuð af Guði, að hún fyrir rúmum 100 árum og meir en það, talar um þessa hluti. Hann sagði, ég var sannfærður, það var eitthvað stórkostlegt þarna á bakvið. Og þetta vissi og Guð gaf Ellen White þessar upplýsingar fyrir svo mörgum árum. Þannig að það er ekki skrítið að við eigum að halda heilsusiðbótinu uppi. Þessum heilsuboðskap að halda honum uppi og hjálpa hvort öðru. Megi Guð gefa þér sinn heilaga anda og visku til að takast á við þín verkefni hver sem þau eru og gleymdu aldrei að Guð elskar þig. Hann vill sálu þinni vel, ekki neitt annað. Hann vill að við blómstrum og við eigum sigurinn yfir synd vísan í Jesú Kristi, vinir. Það er málið. Hann sigraði synd og hann vill aðstoða okkur, hjálpa okkur í gegnum þetta allt saman að takast á við þetta. Með bara Guð bless ykkur og ég vona að þetta hafi verið ykkur blessun og uppörfun inn í bara komandi vikur. Takk innilega fyrir.